doing all right in school. They ain't said I broke no rules. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown. I don't run around with no mob. Got myself a little job. Vinur, þetta klárt. Þú hótt inn og borgað. Drive my girl in the park. Don't bother, leave me alone. Anyway, we almost grown. Sælverið, Gonzo hér með heimildamyndband bennstöðuna á Helgabraut en einum þar sem við hefum báðir starfað. Kannski ekki af lengi en við hefum báðir jákvæða reynslu, viltu ekki segja það? Jú, ég tók nú heilt sumar hérna, vann með öllum þessum köllum og Hreiðar auðvitað tók nokkrar vaktir líka. Þótt að maður vann stutt þá fann maður mjög hratt fyrir því hvað þetta er rosa þægileg og flott stöð. Við ætlum að færa okkur næst yfir hérna í viðtal við núverandi starfsmann. Hann Árna, ekki þennan. Nei, hinn á. Hinn Árna. Hvað ertu búinn að vera lengi hérna? 26 ár. 26 ár. Ég er ekki sem búinn að vera til í 26 ár. Hellings tími, sko. Já, ég reyndar var 1 ár niður í Tryggabraut og svo annað ár fram á Leiru. Já. Það er kannski aðeins meira að gera á Leirunni, kannski. Já, þar ertu komin í aðra veröld. Já, það er svona rólegri og betri stemming myndi ég segja hérna bara, sko. Já. Meira fastakunnum og... Já, jú, ábyggilega. Svo erum við svona yfirvegaðir og rólegir, þannig að... Já, maður endist ekki til nema að vera þannig, held ég. Höfum þannig áhrif á fólkið, sko. Sko, hvað finnst þið svo best við að vinna hérna? Já, það er náttúrulega þessi samskipti við fólkið, eða bara sem er að koma á. Yfirleitt gengur þetta mjög vel. Já. En það kemur stundum fyrir að manni langar að setja tána í. Já, er það ekki öllu vinnum bara? Jú. Það er alltaf góð fjölbreytni í þessu starfi. Já, mjög svo. Fólk að koma með mismunandi vandamál og maður að græja og... Heldur betur, sko. Maður er búinn að sjá margt, sko, sem að manni hafði aldrei dottið í hug að væri til. Nei, ég mynd, sko. Í fólkinu. Og maður náttúrulega, já, eins og með mig, ég náttúrulega þekki ekkert annað heldur en að vera í þessu. Já, en nú fyrst að staðurinn að loka, hvað heldur þú muni sakna mest við staðinn? Já, það er náttúrulega þessi samskipti við þessa gömlu góðu kúnna. Já. Auðvitað eru margir farnir og hættir að taka bensín, sko. Já. Svo sjáum við líka alltaf og hugsa mjög vel staðinn. Það var allt í kring og alltaf verið að þrífa dælurnar og þrífa í kringu sjoppuna með þess að líka reyta einhvern arfa og það sér og við hefum mikinn áhuga á og vilt halda þessu góðu, sko. Já, ég hef svona sett alveg metnaðinn í það. Já. Því að mér finnst þetta að vera stærsta atriðið, aðkoman. Já. Þegar þú kemur á staðinn. Já. Þetta er ekkert aðlaðandi eða allt í rusli og drullu og skít, sko. Maður vill hafa dælurnar eins og bílinn. Já, einmitt. Já, eins og ég hef sagt, sumrungunum, strákarnar sem eru að koma og stelpunum. Þegar þú þrífur dælurnar þá er alveg sama formúlan og þetta þrífa bílinn þinn. Já. Hvað er við komin? Er ekki komin að 30? Nei. Það er komin að 26 spurningar. Eitthvað svoleiðis. Já, það er spurning, sko, sko, áður en að ég kem hingað í bæinn, sko, þá er ég hérna hinn við Hlíðarfjallið. Já. Hörgárdalinn í búskap. Já. Það er fæddur þar og uppalinn. Já. Sem heitir Auðbrekka. Maður er samt alltaf haldið að þyrfti einhver að vera hérna að hugsa dælurnar og... Jú, þetta hafi verið fróðlegt að sjá hvernig þetta kemur út, sko. Ég veit það ekki, maður er svona... Kannski á maður ekkert að vera að hugsa, maður er svona hálf kvíðinn eitthvað með þetta. En hvað svo verður þegar ég hætti? Ég var náttúrulega kannski að ég bara átti að hætta þessu og fara að leika mér. Heldur þú muni vera lengi á Leirunni eða? Já, það er spurningin. Já, það er óráðin gáta. Það er aðeins öðruvísi staður heldur en þessi. Já.
það kannski verður svona léttara fyrir mig af því að ég þarf ekkert að, eða á ekki að vera í afgreiðslunni. Þetta er bara úti. Já. Og að sjá dælur og planið. Já, það er nú ekki hægt að fá betri mann í það allavega. Já, ég veit ekki, við skulum. Það er betra að vera ekki að grópa sig kannski ómikið. Nei, ég gera það fyrir því hérna. Já. Jú, maður sér eftir mörgu hérna, sko. Þetta er... Já. Þetta hefur við líka orðið varir við, sko. Þetta er svona minnkandi sala, eins og inni. Já. Bílavörurnar, bónið og nú er fólk farið að kaupa þetta bara í bónus. Já, einmitt. En það eru einhverjir fastagestir ennþá. Já, jú, það er. En eins og ég segi, það er ansi margir farnir, svona. Já. Þessi gömlu góðu. Við þökkum bara fyrir viðtalið þá. Já. Og bara takk fyrir og... Takk ykkur sömuleiðis bara fyrir heimsóknina. Já, ég heiti Steingrímur og ég er búinn að vera að vinna hérna bæði í Hörgábrautinni og inn á Leiru. Var líka hlut á sumri á Tryggvabrautinni á meðan hún var opin. Já. Hérna, hún er komin með rúm 20 ára á launaseðli. Já, en hvað finnst þið skemmtilegast við að vinna inn? Bara samskipti við fólk og vinnufélagarnir, svona allavega flesti þeirra. Já, vel. En hvað heldur þú muni sakna mest þegar staðurinn fer? Það geta labbað í vinnuna. Já, þú náttúrulega býr bara rétt hjá. Það er ekki nema 500 metrar dyr í dyr. En þú hefur nú verið mikið á Leirunni líka. Já. Þannig að hvað myndur þú segja helsti munurinn á milli Leirunnar og hérna væri? Miklu meira trafík en á Leiru núna. Já. En áður en að var bara að byggja upp Leiruna, þá var munurinn að Leiran var að keyra aðallega á túrismanum og var verið að keyra á fastakúnum. Já. En heldur að reksturinn hefði getað haldið áfram hérna, eða hefði verið bætt við einhverju eða breytt eða eitthvað? Já, líklegast og ég held að ég sé ekkert að ljúga þegar ég segja að einhver á liðinu sem að koma að sunnan og var að skoða þetta væri ein verðmætasta lóð sem að á landinu sem að enn einn á. Þetta er náttúrulega á svo góðum stað, upp fyrir Hringtorgið og þú keyrir inn í bæinn og blasir við og akkurat. Þetta er svo flott, sko. Ein gáfulegasta hugmyndin sem að ég hef heyrt var með hvað gæti komið hérna, það er að BSO myndi komið hérna. Já, þá ætlum ég bara eiginlega enda á að hvað þið finnst að sé verið að loka í rauninni, sko. Ég heiti náttúrulega dálítið sátt fyrir mann, en það er náttúrulega maður tekur þessu bara eins og hverju hundspill og heldur áfram við lífið. Já, það er bara vonandi að koma eitthvað skemmtilegt í staðinn. Já, maður bara heldur í vonuna. Á bara þökkum fyrir viðtalið. Takk. Jæja, þetta voru skemmtileg viðtöl við tvo núverandi starfsmenn á stöðinni. Við ætlum bara að tala núna okkar reynslu og allt því. Bæði í starfi og líka bara gegnum lífið. Já, við byrjum kannski bara í gegnum lífið. Hvernig það var. Við náttúrulega eiginlega bara ólust upp á stöðinni. Já, það er kannski staðreynd að við báðir okkar aska heimili eru bara mjög nálægt stöðinni, sko. Já, þetta eru nokkuð skref bara og maður mættur, sko. Maður var alltaf eitthvað að fara þarna yfir og einmitt ég alltaf að láta pumpa í dekkinu í hjólunum mínum. Já, BMX-ast og... Þú manst kannski líka eftir ég var alltaf að fara með klink að kaupa drykki og eitthvað. Láta alltaf gömlu kallana að telja fyrir sig. Og einn besta við það að versla með klinkinu var þegar sumar. Það var vegabréf. Það er enda rétt, vegabréf. Það fekk maður kaupandi. Það er örugglega bara með því besta sem N1 hefur fundið upp á. Vegabréfið, sko. Ég er ennþá bara í sig vegabréfið. Mér langar bara að láta stimpla á fullu, sko. Já, það finnst tveimur náttúrulega. Og kaupir bara til að fá þessi kaupandi með vegabréfinu, sko. Maður finna ástæð til að fara og það er eitthvað vegabréfið. Það er einhvern helst, þóttum maður sé ekki lengur 4 ára. En já, bara, þetta er náttúrulega geggjustuð á geggjum stað með geggjuðu starfsfólki. Ótrúlega vel viðhaldin. Já. Þannig að það er einmitt spurning að þegar Árni fer í Leiruna eða hættir að vinna þarna, hvernig dæluna verða? Já,
Kannski svo fasti vanið dælum, hreinar, það bara halda hreinar svalkrófa. Hann búinn að þrífa þetta ofta, það haldast bara hrein. Hann líka bara bónaður á fullu, sko. Það þekki ekki annað. Jæja, við ætlum að fara í svolítið skemmtilega næst. Hvað þar, Heiðar? Já, við ræddum náttúrulega við kúnna, suma pikkfasta. Já. Sem við höfum trúlega afgreitt gegnum árin þegar við vinnum hana og eru heldur flottir. Saman hvað er að segja. Góðan daginn, já, við og Gonzo erum mættið með fastakúna. Hörður, hvað ert þú búinn að vera fastakúni hérna lengi? 42 ár, kannski rúmlega það. Aðeins slatti, hvað þykir þið mest vænt stöðuna? Starfsmennirnir hérna, sem hafa verið í gegnum árin, það hafa allir verið alveg frábærir. Já. Frábærir og þeir sem eru hérna núna, sko, þeir hafa náttúrulega verið á fleiri en einni stöð. Já. En ég kann mjög vel við og bara staðsetninguna. Svo var Árni þetta búinn að nefna við okkur að hann færi í Leiru og gæti farið hérna stundum að hugsa þetta. Já. En svo nefndi hann stutt eftir að hann var að pæla í að kannski hætti að bara hætta þessu. Já, málið er að þetta verður í eigu enn eins. Já. Þannig að Árni getur nú komið við á heimleiðinni bara. Já, einmitt sko. Hann voru ekki eftir að mæta hérna bara 6 í fyrramáli á hann að fara að vinna í Leiru og græja allt sko. Bara launalaust sko, hann alveg þannig. Og aftur 7:30 þegar hann er búinn yfirfrá. Svo er það hann að Ingi P. Já. Þú þekkir hann eitthvað? Já. Hérna í mörg ár sko. Já. Það var mjög mörg ár. Hann var þegar áðan að stöðin fór hingað þegar hún var hann að... Já, þegar hún var niður frá. Já. Og svo flutti hann með henni hingað sko. Já, hann hefur þetta farið. Hann er æðislegur náungi sko. Já, enda allir æðislegir sem hafa verið að vinna hérna sko. Já, ég man ekki eftir neinu leiðilegum. Ég verð að segja alveg svo er. Ég held að sé bara ekki ráðið leiðilegt fólk hérna. Nei, ég hugsa ekki sko. En ég hef alltaf tekið þessa stöð svona fram yfir allar hinnar sko. Já. Leiran er ágæt sko, en það er svolítið langt að fara á. Já, bara alltaf fullt og endalaust að gera og getur aðeins komið hér og slakkað á sko. Já, hérna er meiri svona ró yfir öllu hérna sko. Og svo er þetta miðsvæðis. Já, einmitt sko. Og þegar maður er að vinna svona út allan bæ sko, að þá er svo gott að geta rent hérna inn og tekið á dælinni og farið inn og fengið sér kaffi og það er svona, ég vona að BSO eftir að koma hingað. Já, það er einmitt það sem Árni talar um líka. Mér finnst það eiginlega skynsamlegasta lausnin. Já. Bæði fyrir stöðina og fyrir BSO. Já. Það er með þegar maður er á rúndunum að nennir maður kannski aðeins meira að stoppa hérna. Það er oft svo mikið af túristum og fólki í miðbænum og maður nennir ekkert að vera að stoppa hann á engin bílastæði og svo er þetta borgistæði líka og leggur eitthvað frá. Ég nenni ekki að fara niður í bæ. Nei, ég er alveg sammála þar sko. En þetta er miðbærin. Þetta er eiginlega akkurat í miðjunni á bænum. Við þökkum bara fyrir þetta. Já, þakka þér. Takk fyrir þessar upplýsingar og allt. Gerið stöðin okkar góð skil. Já, það er bara gott í þessari heimildamind sko. Við erum mættir hérna með fyrirverandi starfsmann og einnig kúnna líka. Við ætlum bara að biðja að kynna þig hérna. Já, sæll Árni, ég heiti Viktor Viðar og ég vann á N1 í 2 sumur. Já, bara það hafi ekki verið 2017 og 2018. Þú varst einnig á Leiru, var það ekki? Jú, fyrsta sumarið mitt var ég bara á Hörgabrautinni og síðan seinna sumarið mitt var ég færður á Leiru. Hvað fannst þér svona helsti munurinn á milli stöðvanna? Það var miklu rólegra á Hörgabrautinni. Ég líka bjó hliðina, svo það var mjög þægilegt að ég hjóla oft í vinnuna. Þó að það hefði tekið mér 30 sekúndur að labba sko, þá hjólaði ég oft til að vera þessar 10 sekúndur frekar sko. Já, en já, ég myndi segja að það var þessi kyrrð sem var á Hörgabrautinni. Allt öðruvísi starfskraftur, bara skemmtilegt fólk. Og það er aðalega þá starfsfólki, það voru nokkrir fastakúnnar en það var bara mjög lítið að gera oft á tíð. Svo maður var bara að spjalla. Þú vannst eitthvað með Árna líka kannski? Já, ég vann oft með honum, já. Hann var mjög metnaðarfullur hvað þetta varðaði sko. Ég skammast mér pínu, hann var mjög duglegur að hvetja mann til þess að því ég náttúrulega kannski ekki alveg mest áhuga því að halda einhverju malbyggi sem hreinustu sko, en hann hvatti mann í það og gerði það gaman jafnvel sko. Hvaða öðrum köllum vannstu með hana? Ég var með, það var hann Hjörleifur og Guðjón og hann Trausti. Þetta eru þeir helstu sem ég var að vinna með þarna sko, ef mann rétt. Þetta voru alltaf 12 tíma vaktir og svona 2, 2, 3, svo þá var ég og einn annar á
tilteknum vöktum og síðan voru 2 á móti okkur oft. Já. Og þarna, já, við vorum ekki margir þarna, ekki stór starfskraftur, en þarna mjög skemmtilegir einstaklingar. Já, en svo hefur einmitt verið að flakka eitthvað á milli á Leirunar og... Já, það var aðeins yngri starfskrafturinn á Leiru. Það var kannski aðeins meira eitthvað sem ég tengdi betur við. Og það var líka bara meira að gera, sko. Já, það fannst kannski tími líða hraðar. Hann leið mun hraðar þar, sko. Ég einmitt þarna, það var alveg það rólegt á Hörgábrautinni oft að ég var bara að lesa bækur. Og þetta var eiginlega bókasumarið mitt, sko, þegar ég var að vinna þar. Ég las held ég alveg 5 bækur yfir sumarið, sko. En hvað heldur þú að taki svona mest með þér út í lífið, bara eftir að vera búinn að vinna hana hjá NN? Sko, það nú góð spurning. Ætli mennirnir sem hafi verið að vinna þarna hafi ekki bara verið mjög hvetjandi líka. Þeir voru mjög metnaðarfullir í því sem þeir voru að sinna, sko. Þeir sinntu vinnunum sinni vel og einmitt, þú veist, létu mann vilja gera sitt besta og auðvitað það var lítið að gera en maður gat alltaf, þú veist, eins og hann Árni var að gera, bara haft þetta eins snyrtilegt og hægt er. Og þó að, þú veist, það munaði ekki öllu, einhver kúnni var kannski ekkert að taka eftir, þá kannski kendi það manni að, þú veist, sinna því sem þú ert að sinna vel, þó þið finnst það gaman eða ekki. Þannig að þetta væri svona góð fyrsta vinna fyrir fólk til að einmitt komast í svona þjónustustörf og læra inn á þetta allt og... Já, kannski. Bara eins og önnur þjónustustörf. Aftur á móti að því að þetta voru bara við 2, þá fannst mér þetta kenna manni mikla ábyrgð. Já. Þarna maður fékk mörg tækifæri til þess að sýna hennar metnað, sýna þess ábyrgð eins og Árni sinna stöðinni bara eins og þetta væri þín eigin, sko. Að þú veist, það var eiginlega enginn yfirmaður per se, þetta var maður sem var að vinna á móti mér var yfirmaður. Já. Og ég var eitthvað sem hét útimaður oft á tíð, sko. En þú veist, maður reyndi bara að gera alltaf eins vel maður gat, þó að, eins og segjum, maður hafði kannski ekki áhuga á því. Þú veist, bara spúla planið og bara gæta þess að ruslatunnur sé ekki yfirfullar og að það vantar ekki neitt á lager og svona. Já. Maður fekk tækifæri til þess að því það var svona fámennt, þá fekk maður tækifæri til þess að sýna hvað maður öflugur starfskraftur. En nú erum við búin að tala svolítið starfið, en við ætlum að líka að spyrja þig hvað þú ættir að sakna mest. Þú náttúrulega komið svolítið síðan og hættir. Já. Þú ert kannski búinn að fá að hugsa þetta eitthvað? Nei, ég mitt kannski... Já, hvað ég sakna mest? Ég náttúrulega ég tengi bara staðinn pínu við Akureyri, sko. Og ég náttúrulega fluttið suður núna og þetta er staðsett á svo góðum stað. Bæði Leira og bensínstöðin á Hörgábraut eru bara á mjög fallegum stöðum. Svona pínu að einhver leiti kannski ekki beint í miðju en í sikkurum endanum á þessum fallega bæ, sko. Það er mjög margir, það var ég man ekki hvað hann heitir, Siggi Bakari, Siggi Kleina. Hann kom oft með nýbakaðar kleinur og ýmis bakkelsi og það var geggjað, sko, að vera að vinna þegar hann kom með eitthvað svona nýtt. Og síðan voru ýmsir aðrir fastakonar sem komu oft og bara komu inn á inn á bensínstöðinu og fengu sér bara kaffi og sátu út á spjölluðu, sko. Já. Auðvitað er leiðilegt að sjá þetta fara, sko. Ég er forvitinn að sjá hvað verður gert þarna í staði. Já. En ég skil það og alveg er ekki ósammála, þótt að ég sé ekkert glaður með það. Nú erum við búin að heyra að BSO gæti komið hana. Já, það kannski væri ekki það væri alveg kannski skynsamlegt að BSO myndi færa sig þangað, sko. En auðvitað er BSO núna í miðbænum sem er kannski fín staðsetning upp á að það er örugglega mesta umferðin, sérstaklega helgar. En ég bara er mjög forvitinn að því ég bý þarna rétt hjá og ég hef verið þarna bara, ég hef labbað þarna á leiðinni í grunnskólann, ég hjólaði þarna framhjóleiðinni í framhaldsskóla og á leiðinni í vinnuna og þarna pumpaði ég loft í dekkin á hjólinu mínu og ég hef nýtt þessa þjónustu bara þó kannski ekki oft og kannski ekki sem fastakunni, þá hef ég mjög oft farið þarna í gegnum líf mitt, sko. Og þess vegna finnst mér að skipta mjög miklu máli hvað verður gert með þetta. Já. En ég vona að verði eitthvað fallegt, sko, og BSO, já, það verður kannski fínt. En já, þetta var viðtal við fyrirverandi starfsmann á N1, Viktor Viðar Valdimarsson. Takk. Takk hérlega fyrir. Jæja, hvert erum við mættir núna? Við erum hér á lokasprettinum á bensinstöðinni Hörgábraut sem var nýbúið að ræsa hurðunum í seinna skiptið. Já. Og þangað til nýtt kemur, það að segja. Og hérna voru áðan pilsur og ís og snakk og stemming og fullt af fólki. En nú er það bara að fara líka. Já, það er bara allt orðið rosa grátt eitthvað. Já. En vonandi framtíðin björt. Já.
En ekki taka smá rúndum og fara yfir eitthvað Já, fyrst við erum báðir búin að vinna hérna og allt og hérna ég byrjum það sem við stöndum. Hraðahindrun? Já, ég man nú líka ef maður alltaf á hjóli í gamla daga, sko. Það var alltaf að fara hérna á vinnun og hoppa og... Shit, þetta var nú ekki svona flokkað þegar við vorum hérna. Nei, þetta var alltaf bara almennt, þetta var ein grá tunnuna. Já, tölum aðeins dælurnar. Hérna, sjáu, nú er búið að loka, bara á að vera að loka og það er strax komið eitthvað bensín, dísel, blettur hérna. Þannig að... Mínútu eftir lokun, mínútu eftir lokun. Ég veit það, nú er bara hægt að þrífa þetta. Nú verður þetta bara svona. Já, það sé ekki að glansa núna, sko. Eðlilega flott, sko. Jæja, við og Gonzo erum mættir hérna með kónginn á Akureyri. Birki Beck. En hvað finnst þér að sé búið að loka núna? Herðu, mér finnst þetta alveg ferlegt. Þetta var opið sko þegar hérna var 1990 sko. Já. Bara þegar ég var krakki sko, þá var þetta alveg bara alveg upp úr sko. En manst þú nú eftir þegar þetta var þetta ekki einhvern veginn hér? Jú. Þetta var í þunum bestu sko. Já, þetta hefur verið hérna á milli sjoppunar og... Já. Já, það hefur verið aðeins öðruvísi þá. Þetta var öðruvísi hérna í gamla daga. Þessi gamla daga. Já. Mér finnst það svo skrítið að það var lokað, þetta er svo flott núna sko. Já, þetta er rosalega flott sko. Þetta er bara breytt í tímar sko. Já. Núna er bara árið 2025 sko. Einmitt sko. Það er bara rosalega sko. Þú er samt ánægður á með að þetta er ekki rifið sko. Nei, það má aldrei rífa neitt sko. Það er bara eins og hérna sjöfn, það er nú rifið og bara byggt upp sem bónus sko. Já. Það má bara ekki vera neitt í bænum sko. Alltaf verið að breyta myndinni. Já, þið sjáu nú hérna að það var að byggja hérna hinum meginn hérna vögu. Þarna var bara heill skógur og fallegur skógur sko. Já, og fótboltavöllu líka hérna. Já, akkurat sko. Já. Með þessu mörkmur og falleg mörk þannig, það má ekki neitt verið í bænum sko. Það er vonandi að þvottaplanið haldi sér. Já, ég ætla rétt að vona það. Þetta má ekki fara sko. Nei, það er mikilvægt. Maður veit ekki þetta, þeir taka slungur inn í frosti og eitthvað. Spurning hvort þetta komum bara aldrei upp aftur sko. Ég fór bara að hugsa bara, ok, þeir eru að hætta og hverjir eiga að sjá slungurnar þá? Já, einmitt. Slungurnar og svo einmitt þess að maður tala með dælurnar, þeir eru alltaf að þrífa dælurnar sko og olíublettinu á jörðinni. Bara hverjir eiga að þrífa núna? En þú verslar nú oft við neitt þarna ekki? Jú, ég verslaði nú alltaf, ég var alltaf að leika mig hérna í gamla daga sko. Já. Hjólaði nú alltaf hérna í kringum búðina og hjólaði nú alltaf hérna í kringum N-netinu. Þetta var alltaf alveg skemmtileg tími. Það virðast eða allir eiga einhver svona barnæsku í kringum þetta. Við ætlum bara að vona bara besta. En þá er þetta bara komin að segja eitthvað sem þú vilt bæta við, sko. Herðu, ég skal bara segja eitthvað að þið verður bara hérna helviti flottir og haldið bara svona áfram. Er það ekki? Og þetta verður bara skemmtilegt myndefni hjá ykkur. Já, það er stór orð komandi frá bekknum. Já, komandi fjær. Já, bara takk fyrir þetta. Ekki máli. Takk. Ég þakka kærlega fyrir mig. Where kisses are melting like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over the rainbow. I wonder why can't I? Jæja, þá er þessi heimildamynd búinn. Takk fyrir okkur. Og takk fyrir mig líka.